við erum búnir að covera það að við eigum að kristnir elska náungan eins og sjálfa sig. Við erum búin að covera það að við þurfum líka sjálfsást, heilbrigða sjálfsást og að náungin það er allir samkvæmt kennslu Jesú og að hvernig við komum fram í náungan er einhver leyti hvernig við komum fram í Guð. Þannig að það er mikið mikilvæg í boðskap náungakærleikans. Já. Í þessum þetta ætlum við að tala um það hvernig kirkjan ætti að elska samfélagið utan kirkjunar. Áður en við tölum í næsta þetta hvernig kirkjan kristnir elska kristna. Þótt að það sé á mörgu leyti bara nákvæmlega sama en það er svolítið annað innan kirkjunar. Já. Og það hefur verið í fréttum undanfarið sem við ætlum ekki að kryfja en mér finnst bara athyglisvert að það eru unglingar sem hafa verið að brjóta á alræmdum brotamönnum eða mögulega barnaníðingum eða einhvern svoleiðis sem að lögreglan vildi bara við af því að það er hefur bara það eru dæmi það verið mjög illa í báðar áttir annarkvort er það saklaus manneskja sem er brotið á og var ekki engan veginn rétt að gera eða að það fyrir bara illa fyrir ungmennunum sem að gera þetta og auðvitað mjög snúið dæmi og við ætlum ekkert svo sem að tala meira um það heldur en við höfum kynnt okkur en það fær okkur til að hugsa af því að í fyrsta lagi eins og lögreglan vildi meina þá eiga borgarar ekki að taka lögin í eigin hendur í svona tilfellum en svo líka upplifir maður samt svona ákveðna svona já það er eitthvað við það sem er gott maður upplifir það að aðrir sem að gera einhverjum svona hræðilega hluti eiga skilið mikinn sásöku þeir hafa valdið og einhverju leiti er það rétt og einhverju leiti er það réttlætanleg reiði en við þurfum líka að horfa í einn barm og þótt að við höfum ekki gert x sama hluti af þau þá höfum við líka brotið á okkur og höfum líka seg fram fyrir Guði og við eigum skilið þann sásöka sem við höfum valdið öðrum þótt þeir séu á ólíku leveli og mismikið en samt elskar Guð okkur samt fyrirgefur Guð öllum þeim sem að snúa sig til hans sama hvort það sé bara einhver kirkju eitthvað englabarn sem að hefur einu sinni baktalað eða eitthvað whatever eða fjöldamorðingi það er enginn sem ekki séns í Guðs ríki Guð er það kærleiksríkur og þannig að okkur langar bara minnast á það til þess að benda á það jú það er þörf fyrir réttlæti það er þörf fyrir dóm og dómskerfi en bara eins og fyrir þá sem að þekkja sögu Rúanda er það mjög athyglisvert að sjá hvað fyrirgefning getur gert mikið í tilfelli Rúanda þegar það voru fjöldamorð þar á milli tveggja hópa var undir lok þess þegar það komst á friður þá voru fullt bara megnið af þjóðinni og voru sek morð eða minnstakosti mjög margir og það hefði bara verið fráleitt að ætla að hefna eða gefa dóm fyrir það því að þá færi þjóðin bara hausinn og allir í fangelsi þannig að það var bara ákveðið og mikil bæni í sig actually af kirkjunni og kristið fólki það var ákveðið bara að nú gildi fyrirgefning og við ætlum bara að fyrirgefa okkur störu og samfélagið var bara rist við á ný og punkturinn með þessu er ekki að segja að kristið siðferði og stjórna lífi allra þeirra sem trúi ekki á Guð það er ekki beint boðskapur Biblíunnar við erum ekki að predika siðferði en við viljum benda á það hve hagkvæm og hve rétt ást er til óvinn okkar og til alls samfélagsins og á að koma frá ég meina við högnumst öll að ég saman hvort síðan kristina ekki en sérstaklega kirkjan ætti tilengja sér kærleika og elsku í garð þeirra sem að standa fjarri Guði. Já og Biblían talar beint inn í þetta inn í skyldu kristinna manna og kristins fólks til þess að elska samfélagið og vera í heiminum það sem stendur eitthvað staðar og við ættum að vera í heiminum en ekki af heiminum en það þýðir að við séum í já, en eins og segi, við þurfum að vera í heiminum Já. við getum ekki bara eitthvað að loka okkur af og afneitað öllu en í Jeremía 29:7 mæli með Jeremía 29 bara í heldina en í 7. versi stendur látið ykkur umhugað heill borgarinnar sem ég herleiti ykkur til og biðjið til drottins fyrir henni því að heill hennar er heill sjálfra ykkar að við
með þessu hann að segja þú veist, að jú, samfélagið alls konar og samfélagið ekkert endilega að fylgja öllu því sem að einhvern veginn við eigum að vera að fylgja eða við upplifum að við eigum að vera að fylgja en við eigum samt að vera ljós, við eigum að vera að biðja fyrir samfélagin okkar, við eigum að vera hugsa vel og hugsa vel til samfélagsins okkar og mér langar aðeins að taka saman svona fara bara stutt yfir bara real life dæmi, raunveruleg dæmi í nútímanum þar sem að kirkjan og kirkjuna fólk hefur tekið þetta orð og bara ok, let's do it. Nota bene, og ég skjóti inn í bara stutt. Endilega. Það eru sem að, ég veit hvort þú var að segja, það eru mjög góð dæmi, en höfum bara í huga að þetta eru samtök og þetta eru svona formlega hálf opinber starfsemi sem að eitthvað sem við getum tekið þátt í og lært af. Algjörlega. En líka á allt þetta við og allir þessi boðskapi við bara daglegt líf. Já. Þú veist, en þetta er bara svona góð birtingamynd. Þú veist, ég ætla að taka dæmi skipulaða starfsemi en hugmyndafræðin og hjartað sem að við höfum verið að fjalla að það á alveg jafn mikið við bara á einstaklingsbasis en þarna og einmitt, þú veist, ef að þetta er líka ákveðið tækifæri fyrir þig ef að þú finnur að þetta hreyfir við þér og þér langar að gera eitthvað, þér langar að fara dýpara í þetta þá er þetta allt á sjálfboðalega basis og ef þú vilt taka þátt í einhverju af þessu þá er það velkomið og já, þetta er alls ekki tæmandi listi en bara maður langar að taka eitthvað af þessu fram og það er til dæmis hjálparstarf kirkjunar sem eru við þjóðkirkjunar að ég held og það er þau vita alls konar fjárhagsaðstoð bæði til fólks í neyð hér á Íslandi til fjölskyldna og eitthvað svona og gendum saman og allt þetta þau eru með úrræði fyrir konur sem eru sem að glíma við heimilisleysi og eru bástandar og einnig er fjárhagslegur stuðningur við alls konar mannúðar aðstoð erlendis svo er það hjálpræðisherinn til dæmis að hans hugmyndafræði er dregin saman á þeirra vefsíðu í þessum 3 skemmtilega orðum súpa, sápa og hjálpræði ég geti þetta ekki gott stafskilur en bara ripa af þú veist fólki flokksins gott stöf en þetta er sem sagt þeirra hugmyndafræði snýst það að með súpunni erum við að tala það er að mæta grunnþörfum samferðafólks að bara fólks sem er í þörf sápan byggir á virði og sjálfsvirðingu að hjálpa fólki að hjálpa sér sjálfu og hjálparæðið vísar til bara boðskapsins Jesú Krist og það að við hljótum hjálparæðið og grunnurinn af þessu öll saman er kærleiksverk Jesú Krists og í rauninni á mjög svipuðu leveli er samhjálp þar er sem sagt þeir eru með meðal annars bara til dæmis kaffistofuna sem er í Borgartunninu þar sem þeir sem sagt eru að útbúa mat fyrir þá sem eru ekki í þeirri stöðu að geta séð sér sjálfum fyrir mat og svo reka þeir einnig meðferðarstofnun með langtíma meðferð sem að tekur á áfengis og vímuefnavanda þannig að þetta eru nokkur dæmi það þegar að bara menn taka þetta menn bara taka þessa hugsun og bara let's do it og svo ef við horfum aftur í söguna að þá náttúrulega bara það bara grunnurinn af íslensku heilbrigðiskerfi hefur rosalega mikið með til dæmis kaþólska
trúboða að gera. Já. Nunnur og Nunnur, munkar komu hingað og stofnuðu fyrstu spítalana og þú veist, Landakot spítali til dæmis ennþá, þú veist, starfrættur og það eru, þú veist, er það ekki líka eitthvað starfrætt á landi þar sem að það ekki er bara Hafnarfirði líka og eitthvað svona. Já, Hafnarfirði og ég held eitthvað starf á Austurlandi líka, eitthvað svona, það er bara þeir eru líka út um allt. Ef það er núna þá eru örugglega spítalar. Já. Og ég segi, nunnur eru bara doing God's work og þannig ég segi bara okkur langaði bara að nýta þennan plattform til þess að gefa shoutout á dæmi af því hvernig kristið fólk hefur bara tekið þetta to heart og bara viljað gera þetta í náunga kærleika. Já, og grunnurinn að þessu, og það er svo sem margt meira sem er hægt að segja það hvernig kirkjan ætti að elska samfélagið, en þetta er bara right on birtingarmynd sem að oft lýsir betur heldur en einhver nánari fræðsla eitthvað. Bara við sjáum hvernig þetta er gert og við sjáum að þetta er hvernig Jesús hefði gert það. Þetta er saman hvort þetta sé svona starfsemi eða bara, þú veist, maður þekkir fólk sem hefur brástríði fyrir þeim sem eru svangir og gefa fólki að borða eða býða fólki heima eða bara mjög gestrisið og trúbara eða whatever. Þannig að punkturinn í öllu þessu og lokapunkturinn í þessum þetta er bara það að við sem kirkja erum eins og einn fræðimaður talaði um það að kirkjan er bara fagnaðareinindið gert sýnilegt. Já. Það er það sem kirkjan er og það er hvernig við ættum að elska fólk þarna úti og heill Reykjavíkur, heill Íslands, Akureyri eða hvað það veist, það er heill okkar. Já. Þannig að það er fátt eitrað á það að kirkjan að loka sig af og vera með einhverja fóbíu fyrir vantrúðum eða þú veist telja sig bara yfir heiminum eða undir honum eða whatever. Akkurat. En ekki í honum. Vætum við í honum, vætum við vitum Jesú og láta ljós okkar skína þannig að fólk lofi Guð á heiminum og finna hann. Já. Næsta þetta ætlum við síðan að tala um hvernig við ættum að bera ekki meira eða minni en sína öðruvísi náunga kærleika í garð kristina sem kristið fólk bara því að það er annar vettvangur og öðruvísi dýnamík inn í kirkjunni þannig að fylgjast með þetta í 4.